Já, herðu, þá ætlum við að ræða karla og karlmennsku. Við byrjum á því síðustu viku, þá fengum við hérna 3 gesti sem að hittu mig og Bjarna Karlsson, prest og siðfræðing, og ræddum karlmennsku, og þetta svona út frá bók sem að Bjarni skrifaði, þar sem hann kastaði fram svona erkitýpum, 5 erkitýpum af köllum, og við ætlum að svona labba í gegnum þær í 5 þáttum, taka eina erkitýpu fyrir hverju sinni. Síðast var það Freykikallinn, við sjáum til hvað verður núna á dagskrá, og við fáum hérna gesti til okkar, og hérna Rúnar Helgi Vignisson sem rithöfundur og vill svo til að var eiginlega að skrifa bók svona stöðu karla á upprisu tíma kvenna, mætti segja það. Reinaldur Richter sem eftirlaunamaður, mann lengi vel ráðgjafið ekki. Jú. Og unnið við hinnu, trúnaði maður í álverinu, ég mætti þar. Freyr Egilsson sem hefur gert margt, tónlistarmaður og sjónvarpsmaður, útvarpsmaður og eftirherma og öskukall, vinnur hjá Sorpu. Og svo hérna leiðsegir okkar í þessari ferð, Bjarni Karlsson sem prestur og siðfræðingur. Og hvaða kall býður upp á í dag? Já, í dag ætlum við að ræða kallinn sem að býr innar með hverjum einusta sanna íslenska kallmanni. Það seki kallinn. Talandi að leiðsegja. Einu sinni tók ég að mér að vera leiðsögumaður, og þá var einmitt farið til landsins Helga á vegum Biblíufélagsins. Og það voru 90 Íslendingar sem fóru, ég við Anna Guðfræðing Króbjartur frændi minn, við fórum á stað sem þetta var árið 2000, og þá hitti ég einmitt Pál Skúlason, prófessor sem hafði kennt mér Guðfræðideildina á flugvellinum, og hann spurði hvað það gera? Ég bara fara hérna sem leiðsögumaður með 90 Íslendinga til landsins Helga. Jaha. Og þekkjuru til og hefur komið þarna áður? Nei, það er akkurat hlutverk guðfræðingsins að vita ekkert viðfangsefnið. Þú hafði lesið bókina, ekki? Já, búið að lesa bókina. Og það er svolítið, að þegar þú segir leiðsegja, það er klíman, en ég held að vísu að það sé klíma okkar allra, alltaf, að við vitum ekkert þú eignast barn, þú kannt ekki ala upp. Ef þú vogar þar að ganga í hjónaband, þú kannt ekki að vera maki, það kann enginn á lífið, og hér erum við en það sem ég að segja er það að ég held að við erum að kljást við það að við erum einmitt, eins og segir hérna í bókinni hans Rúnars Helga Vignissonar, ég fór í gær og keypti hana til þess að skoða hana, og mér líst mjög vel á hana, og búin að aðeins að glugga inn í hana og finna þetta texti sem er svo gott að lesa, og þú ringlaði karlmaður. Ég gekk einmitt inn í penna og sagði, heyrðu, það er bók sem heitir Þú ringlaði karlmaður, er það ekki eitthvað sem ég á að kaupa? Og svo var þarna svona kona á mínum aldri sem var að fá afgreiðslu, og hún hló með sjálfur sér, og ég held að nú þótt gott að heyra karlmann segja þetta. Við erum ringlaðir, og við erum hér til þess að tala karlmennsku vegna þess að við erum ringlaðir, og þessi bók kemur einmitt á alveg gríðarlega góðum tíma held ég, fyrir okkur. Og af hverju erum við ringlaðir? Því ég að svara í bókinu sem ég skrifaði fyrra, og fæstir skilja þá bók, ég ætlast varla til þess. Ég fegin að þið voru að segja mig bæði Freyr og Rúnar Helgi að þið hefðu lesið bókina, takk fyrir það, og bara Reinhold, ég ætlast ekki til þess. Þetta harðfiskur, en í þessari bók ég að segja af hverju við erum ringlaðir. Ég að segja það að okkar stóri vandi, það sem að gerur okkur ringluð yfir höfuð, mannkyn, það að við erum þjáð af tilgangsleysi. Tilgangsleysið að trilla okkur, og við erum eina dýrategundur sem getur dáið af tilgangsleysi. Og svo ég að segja, tilfinningarnar sem fylla skrokkin á okkur í tilgangsleysinu, vanvirku tilfinningarnar sem að trilla okkur æra, eru í fyrsta lagi
ógeð, og þar kemur freki kallinn sem við ræddum í síðasta þætti, ógeð, og þarf að skýra það í dag, erum við ekki að upplifa ógeð á vegna yfirgangsins sem við verðum vitnað og erum aðilar að í veröldinni, og Styrmir Gunnarsson sagði, við erum ógeðslegt samfélag. Hver einasta fjölskylda sem bara hver einasta tilfinnilega veika fjölskylda upplifir ógeð í samskiptunum. Allavega tilfinning 2 sem til umræðu hér í dag, það ásökun og sektarkennd. Tilfinningin fyrir því að bara þessi djúpa sektarkenndin og þörfin fyrir að ásaka og þessi refsandi samskipti sem við svo oft förum í við fólk, það sem við þú verðum alltaf að benda hvert á hann og sakbenda hvert annað og svo framvegis. Þriðja stóra tilfinningi sem að kvelja okkur og drepa, það samanburðurinn. Hún til umræðu næstu viku og það lúxuskallinn. Fjórða stóra tilfinningi sem að að merja okkur, það skömmin, sem að situr í okkur eins og ég sé alltaf fyrir mig svona seigfljótandi svart botfalli eitthvað neðarlega í líkamannum, skömmin. Það stakikallinn, einsemdin og kvíðin. Og svo höfum við spakakallinn með sem að nærir tilfinninguna fyrir því að vera ekki, hafa lágt sjálfsmat, tilfinningu fyrir því að vera bara ekki nóg. En í dag það þetta með sekakallinn, og sekakallinn sem innra með okkur og þörfina fyrir tilraun til kerfis uppfærslu. Ég svo glaður að sjá þetta líka. Páll Postil orðar þetta svona, talar og ég sem svona kristinmaður og biblíukall, það rætt að taka háttaskiptum með endurnýjun hugafarsins, það aðeins svona hátilegra orðalag, sami hlutur. Taka, eina leiðin, ekki besta leiðin, eina leiðin, ef okkur á að takast að breyta ykkur og hætta að skaða hvert annað, hætta að tjóna og eyðileggja, þá verðum við að vinna með hugarfærið okkar. Við verðum að nenna því. Og það það sem svo erfitt. Akkur það? Það erfitt vegna þess að varnarhættirnir okkar, gömlu varnarhættin, hvort sem það þessir ævafornu þjóðfélagslu varnarhættir sem ég að nefna, sem bara rótgrónir í menningunni, eða aðrir varnarhættir sem við höfum þróað með okkur bara frá barnæsku, eins og bara ég sem krakki, bara vera likeable, bara finna leiðan til að vera likeable. Alltaf þegar ég verð hræddur, þá reyni ég að geðjast. Ég lærði það mjög snemma, mér tókst að verða góður í því. Líka þegar það bara alls ekki besta svarið. Varnarhættirnir sem við venjum okkur á þegar við erum börn, þeir svo segir af því að þeir búnir til úr angist. Og það svo erfitt að vinna með hugafærið, en það hægt. Það hægt að vinna með vanvirku hegðunin okkar í okkar eigin persónulega lífi, og það líka hægt á sviði þjóðfélagsins og heims menningarinnar. Og þess vegna held ég að svo sitjum við hérna kallar og við erum að tala þetta með sökina, með sektina, með það að vera sekur eða ásaka aðra, og ég gæti trúa, kannski, ég veit ekki hvort að það kveikir í ykkur það sem ég að segja þetta með sökina, en nú skulum við prófa að fara á stað og sjá hvað kemur hjá okkur. Við höfum ekki rætt þetta fyrir. Ég alltaf með eina spurningu til þess að byrja með. Þegar þú talar sekt eða sök, ertu að tala hana í trúarlegum skilningi líka eins og erðasyndina eða eitthvað slíkt, eða ertu öðrum stað? Ég vil. Ég hef áhuga á því. Ég hef mikinn áhuga á því umræðefni náttúrulega. Já. Martin Luther sagði náttúrulega sektarkenndin, helvíti sektarkennd. Já, hann sagði það kærlega. Hann helvíti til sem vont samanskupið og sektarkennd. Já, það einu upplegið hans að komast þaðan síðan. Já, akkurat. Sumir gangast við þessari sekt sem þú ert að tala held ég, sérstaklega í nútímanum. Ég held að kallmenn þekki þessa pælingu svolítið vel í nútímanum,
að bera einhverja ábyrgð allavega á einhverju sem hefur gerst, einhverja sögulega ábyrgð, en svo aðrir sem að hafna því að bera sem sagt ábyrgð á gjörðum kynbræðra sinna sem sagt og það komið þeim ekkert við sko þó að þeir gera eitthvað af sér og fari út fyrir samfélagssáttmálan. Þannig að en ef að við segjum eins og í kynferðislega samhenginu að það sé og hafi verið til sáttmáli hvernig maður eigi að haga sér gagnvart konum en hann hafi ekki verið virtur sem skyldi þá erum við hvað? Þá erum við sekir það ekki og berum einhverja ábyrgð á þeirri menningu sem að hefur orðið til, það ekki? Ég tek mjög heilsór undir þetta. Ég bara mjög fegin að heyra þið segja nákvæmlega þetta. Mér finnst þetta að vera edrú. Hvernig verður þetta til? Þetta eitthvað sem fæðist með svona eðliskvatir og reglur samfélagsins eða sem við búum í sem að móta okkur hvað er ráðandi í þessu? Já, hvernig það gerir, sko, þú ert að sko, setja inn og spyrja hvernig verður þessi skaði til? Já, akkur tjón og þetta tjón þú ert að tala þá karlmannlegan yfirgang eða af hverju erum við svona vondir? Bara samskipta reglur, bara ekkert endilega karlmannlega. Þið voru að tala seinasta þætti sko þetta stjórnsama fólk sko sem geta verið bæði konur og kallar. Já. Sem taka bara völdin og vita betur heldur en við. Já. Og við leifum það einhvern veginn og það er líka sko eins og voru að tala sko, það er einhverja svona samskiptareglur og einhver mörk og svona og þau getur verið misjafn ábyggilega eftir þjóðfélögum og hópum og hvernig verður þetta til? Hver ber ábyrgð á þessu? Já. Í grunninn erum við náttúrulega þessi dýrategund, Homo sapiens og svona helstu frændur okkar eru górilapar og simpansar sem eru mjög svona aggressífir prímatar. Það er svona einn alfakall sem að ræður yfir ykkur 5-6 kettlingum og þetta er ofboðslega svona leiðileg menning, hann er rosalega aggressífur og ofbeldisneiður og stýrir með ofbeldi og svona öðru hvoru kemur annar api og svona skorar hann á hólm og hann er til í að fórna lífi sín í einhvern slagsmálum til þess að svala kynhvönd sinni en ekki síður til þess að fá að stjórna og þetta er alveg ofboðslega svona leiðilegir kallar sem ráða hana, þeir stýra með ofbeldi og lemja kettlingarnar og hrekja annarra manna börn í burtu og þetta eru svona okkar helstu eðlishættir en síðan gerist það náttúrulega að okkar apategund þróast og það vex framstykki í heilanum sem er miklu flóknar og stærra og skýra yfirbyrði þessara tegundir yfir annar apategund og hann fer að dreifa sér alla plánetuna og alla jörðina og hefur ofsalega mikla aðlögunarhæfni. Þetta er apategund sem getur breyst og aðlagast nýjum aðstæðum og núna getur þessi apategund sko lifað á Suðurpólnum og á tunglinu og í stórborgum, í frumskóum sem engin önnur eiginlega dýrategundi getur gert þannig að hún er ofboðslega í grunni góði að breytast og það er sérstaklega þetta framstykki og þessar heilabreitingar og samfélagsbreytingar kölluðu á hegðunarbreytingar þessi alfa kallarna, hann varð að taka breytingu þegar samfélagi stækkaði upp í 120 apa. En hann notaði líka framheilan til þess að réttlæta stöðu sína og þrá sín eftir völdum og nauðsig fyrir hópin. Algjörlega, og svo stækkaði samfélagi upp í 1200 manna samfélagi og 12 milljónir og hann þurfti að hafa aðra kalla til að stjórna með sér og það er flóknara samfélagi og síðan höfum við bara séð þetta er náttúrulega mesta styrjöld allra tíma, það er baráttan milli náttúrunnar og menningarinnar og þetta er stóra stríð í allri mannkynssögunni og síðan hafa bara orðið alls konar byltingar, ég meina kristnin á Íslandi er rosaleg svona breyting á karlmennskunni og þessu allar saman að við sjáum það alveg í Íslendingasögunum, það er sem að við erum að fara úr heiðni yfir í kristni, við sjáum Egilssaga, Gíslasaga, Sússonar, Grettisaga, þetta er allt sögur karlmanna krísu. Þetta eru menn sem eru ennþá í gamla heiminum sem heiðurinn og stoltið er aðalmálið og
samfélag sem að færa sig yfir í kristni þess að bara önnur gildir að taka við önnur karlmennsku og þeir eru bara að klessa á vegg síðan koma fjölnismenn sem eru svona aðrar fyrirmyndir í karlmennsku og síðan kom 20. öldin var náttúrulega með sínar brjáluðu breytingar og núna höfum við verið að lifa svona tímabil, kvenréttindabaráttu og núna MeToo-baráttu og erum bara mjög ringlaðir karlar hvar við eigum að vera og hvernig við erum að hefða okkur. Getur verið, Freyr, að sko það hafa aðrir fræðimenn hafa líka sagt einmitt með rannsóknum á prímötum. Við erum ennþá þessi api og þessi api er mjög árásakjan, hann er í eðli sínu og hann er með mikla kynnukvöld sem er ríkjandi allt árið sem er ólíkt öðrum spendinu sem bara taka þetta svona í kippum inn svona árið en við erum alltaf með þetta sem veldur líka miklum vandræðum. Og Simbasabarnir líka en þeir geta ekki tekið samtalið, við getum það. Eða geta þeir tekið samtalið? Ekki með jafn flóknum og ítalum hættuvið sem flækir þetta ennþá meira. Þetta er svo að vera með 2 tölvur í hausnum á sér eina mjög splungun í Apple tölvu og einhverja gamla PC-tölvu, þetta er alltaf vakar. Það geta tengt lýs hvort öðrum sem er svona sýnt hvort öðrum blíðu hótt. Menn hafa nefnilega, svo hafa menn ákvæmt andmælt þessu á fræðilegum forsendum af bent bara á rannsóknir á prímatahjörðum. Ég þekki ekki nákvæmlega tegundirnar en sagt, heyrðu, það er nú ekki alveg svona vegna þess að sá karlapi sem kemur sínum genum raunverulega í flæði og eignast aðkvæmi er ekki sá sem hefur mesta fælingamáttin heldur sá sem að skapar öryggi og hvaða hjarðir lifa af. Það eru þær sem geta samvinnu þegar koma náttúruhamfarir eða árásir og annað. Þannig á endanum sé það ekki sé hugmynd okkar alfa-meilið hún sé kannski þegar uppi staði bara til þess gerða réttlæta Frekju og Grettu á 20. öld og 19. og 20. og 21. þegar raunverulega þær hjarðir sem að lifa af eru þær sem að vinna saman og að þetta er gagnrýni sem ég hef heyrt ég veit ekki meir það en það eru dálítið hef ég lesið það og ég hef lesið sem haldaði fram þessi hugmynd alfameili þarna erum við bara að réttlæta það að við nálgust heiminn sem og horfum á okkur sem aðal í heiminum og horfum á veröldina sem hráefni sem er grundvallandi miskilningur. Veröldin er ekki hráefni handa okkur, heldur erum við aðilar að visskerfi sem við erum, það sem við erum minnst þarf á okkur. Og þannig að það má spyrja sig að því höfum hefur heyrt þetta eða Já, þetta er bara ekki algilt, það eru til apategundir eins og bonobo-apa sem er svona simpasategund í Kongó minnum mig og það eru ráða kellingarnar og það er bara gengur mjög vel hjá þeim og leysa öll ágreiningsefni með kynlífi og það er mjög mikið svona umbörlandi fyrir samkynhneigð og tvíkynhneigð og mjög farsalir apar, þannig að þetta er alls ekki algilt. Já, og lítið sagt frá þessari apategund með út frá því svo þú ert að segja, lítið forvitni fyrir henni. Já, og svo þegar ekki eru slagsmálalæti og ekki verið svona hjörðinu róleg þá munu vera þannig að karlaparnir er að leika við afkvæmin. Það eru tuskastíðum að hafa gaman og það mun vera þannig að ég held að einmitt við talandi biblíuna það sem mig langar að horfa á, það sem ég hef svo mikið áhuga á er það að skoða, heyrðu þessi vandi okkar, það að við skulum vera föst í vanvirku hegðunarmynstri og vera í frumstæðu hegðunarmynstri þar sem við notum yfirráð og notum ásakanir og við trúum á forréttindi fárra sem nokkuð skonar svona náttúrulögmál og svo erum við bara alveg samfæran það að það vera manneskja, það sé fyrst og fremst það vera einstaklingshyggjan okkar er svo öfgafull, við sjáum okkur ekki fyrst og fremst sem bara einmitt tegund í samvinnu innbyrðis og við umhverfi okkar ég held að þarna erum við bara að tala um menningu, við erum að tala um hugarfar og það er það sem það er að ræða og núna er einmitt stöndu á ákveðnum barmi og svo kemur MeToo-byltingin þar sem að konur rísa á fætur og segja, heiðu, við nennum þess ekki
nennum ekki að láta með okkur bara vegna þess að okkur langi að elska, langi að finna maka og við erum gagnkynhneigðar og þær eru og reiðin sem við skinnum í MeToo-byltingunni hún er með genuine, hún er svo veruleg vegna þess að ástæður hennar eru augljóslega fyrir hendi og þess vegna held ég að ef við getum núna, þess vegna finnst mér svo gott að fá þig inn í þáttur Rúnar Helgi ef við getum rætt aðeins MeToo-byltinguna og skoða svolítið stöð okkar kalla þar og hort, hvað gott við hana og hvernig mætti hún þróast áfram, kannski með þátt okkur kalla. Já, alveg tímalaust sko. Ég líti á þennan titil að vera ringlaður sem skapandi ástand. Já. Það kannski að einhver leyti sambarilegt við iðrunina, með minnir að þú segir þinni bók að það sé úrvinnsla í iðrunni. Já, virkt ástand. Og þegar maður er ringlaður, og því ég kenn nú ritlist og þegar maður er að skrifa bók þá er maður alltaf ringlaður framan af. En maður er samt í skapandi fasa, maður heldur áfram að reyna að kljást við efnið, að þá kemur eitthvað út úr því á endanum. Þannig að við erum kannski kallar í mjög frjósum fasa akkurat núna, þar sem við erum svona ringlaðir og það segir okkur að okkur standi ekki alveg á sama og það sé þarna eitthvað sem að við viljum vinna úr og getum hugsanlega unni úr auðvitað mörg tækifæri í MeToo. Þú nefnir nokkur þeirra sem sagt í bókinni þinni að við vera þakklátt fyrir það að MeToo kom fram og kannski verndaði þar með börnin okkar í framtíðinni ef það er hægt að koma einhverjum breytingum til leiðar að komi þá í veg fyrir að börnin okkar lendu í einhverju seinna meir, þannig að það er tvímælalaust mikil tækifæri í MeToo og það kom mér svo óvart og að þetta skildi vera svona mikið högg og það skildi vera svona margar konur sem að komu fram með þetta að því að ég hélt mig hafa vitað alveg frá unga aldri hvernig ætti að koma fram með konur, skilur að maður beitir ekki valdi gegn konum. Þannig þetta kom mér svolítið óvart að það eru svona margir sem eru ekki að virða þetta og hvernig getum við unnið með það. Þetta er ýmislegt sem spilar þar inn í. Eitt sem að má yfirleitt ekki nefna það er vímuefnaneysla, áfengisneysla. Og vegna þess að rannsóknir sýna það að það er mjög mikil fylgni milli kynferðisafbrota og áfengisneyslu. Allt frá 50% gerenda upp í 80% ef ég séð niðurstöður rannsókna. Þannig það er kannski erfitt að taka á þessu ef við ætlum ekki að taka á því líka. Akkurat. Já, þú segir. Þannig að það eru margir fletir á þessu en eins og ég segi, meðan við erum ringlaðir þá erum við að hugsa eitthvað og reyna að komast út úr því ástandi held ég. Og þykir ekki þægilegt að vera ringluð lengi held ég. En með það sem Freyr segir með apan, þá er það samkomulag Karlsins að hann beiti konun ofbeldi og stjórninni og það er nú ekki nema bara korter síðan að konur fengu kosningarétt og ekki þáttakendur í samfélaginu og þannig að sömuleyti er við í þessu apa ástandi. Já, maður spyr sig þá hvort að sektin sé bara nýtilkomin, skilurðu. Það sem ég er að velta verið með að það sem eru hvernig við áttu að koma fram við konu, hvort að það sé ekki bara svona yfirborð sem er bara látið vera en raunverulega sé það innbyggt inn í karlakúltúrin að beita konur ofbeldi og þá er ég að meina bara almennt að ráða yfir henni, að vera yfir hana settur og ef þú ert yfir ykkur settur að þá er mjög stutt í ofbeldi og það sást í MeToo að það sem var meiri valdamunur á milli karlana og kvennanna því meira var ofbeldið, það var mest ofbeldið gagnvart innflytjendu konum sem voru að skúra og annað slíkt, það sem voru veikast settu konunnar fengu mest ofbeldið
Þetta að tala þessar goggunar og að við séum með innbyggða goggunar? Það er bara innbyggt inn í kallakultúrin sem að við einhver leiti erfum frá feðrum okkar. Við bæta við, svo ég fara nú ekki að hljóma svona okkur talsmaður Jordan Peterson að fara að útskýra einhverja kallmennsku út frá einhverjum humri eða eitthvað svona sem þetta er náttúrulega óbæðslega einföld eins og ég sett þetta fram hérna áðan, en svo er náttúrulega bara náttúran miklu flóknar ef við ætlum að fara að vísa í það og þetta ágætt að byrja þar bara hver eru við og hvert eðlokkar og hvaðan komum við, það er ágætt að byrja en svo er náttúran bara miklu flóknar en þetta og það er ekkert endilega þetta lögmál sem var sett út af náttúruvalskenningan hinn hæfustu lifa af, það er ekkert alltaf þessi stóri og sterki sem lifir best af í náttúrunni. Náttúran er náttúrulega eiginlega bara að viðhalda tegundin og það er ekkert alltaf þessi stóru og sterkir sem lifar, það er miklu frekar þessi snjöllu dýr sem vinna saman og það er ekkert endilega stóra sterka karldýri sem endilega kemur genu sínum áfram, við sjáum úlfinn í úlfahjörðinni sem gengur aftast og þjónar hjörðinni og náttúrun er bara miklu flóknari heldur þetta og það finnst til dæmis bara mikið samkynhneigð í náttúrunni eins og hjá mönnum og þykir eðlilegt og náttúrulegt og það er ýmislegt í mannlegri hegðun sem bara seinna við sjáum hjá öðrum dýrategundum og þannig að það er mjög einfalt náttúrulega að bara segja já, ég er kall og ég hegða mig svona því að svona er ég gerður en náttúran er bara það er ekki skrifað í DNA-ið þitt. Það er ekkert að skrifa í DNA. Það sem ég var bara að segja því að þú varst að tala að það hefur verið þessi samkomulag í samfélaginu að sumleiti þekkjum við það að kallar eiga að vera vendandi og kallar tignakonur og við þekkjum það allt saman. En svo ef við ég man einhvern tímann var ég að skoða það hvernig hefur verið fjallað nauðgun í íslensku fjölmiðlum. Og þá það er ekki gert og það byrjar að koma svona 7. áratugnum að þá verið að tala að kona hefði ásakað kallum nauðgun, klínt upp á hann einhverjum sem að hann átti ekki skilið og svo kemur bara að konan hafi verið verið okkur vafasamum stöðum eða vitlaust klædd og þið þekkið allt saman. Já, komið kennt og það er ekki fyrir að svona nauðgun eins og við fjöllum það fyrst verið að fjalla þetta bara fréttir að utan, það var ekki komið hingað og það er ekki fjallað nauðganir sem svona félagslegt vandamál bara það er eiginlega Vera sem að brýtur talar við 3 konur sem var nauðgað til þess að við getum séð hvað þetta raunverulega er því að áður var þetta alltaf reynt að útskýra þetta út frá persónugerð konunnar eða stöðu hennar eða eitthvað leys og þetta er bara heimur þar sem að kallar ganga og þeir bara nauðga konum og fá stuðning annarra kalla til þess löggan gerir ekkert í því og það er ekkert saksóknari sem gerir ekkert í því og að sumir lifir við ennþá þessu stöðu þannig að það er ekkert þannig eins og sé samkomulag í samfélaginu að karlinn eigi ekki að meiða konuna. Það má ég halda því fram að þessi frekar hinn að karlinn ef hann vill og getur þá bara að gera það. Já, ég veit ekki, ég taldi mig alast upp við það að maður ætti ekki að nauðga konum allavega. Já. Þannig að en það er raunveruleiki sem ég er að vísa, hann er bara raunveruleiki. Er allt annað. Og ég meina það er þú vissir af honum. Þessum raunveruleika? Já. Ég vissi á þessum raunveruleika, já, það er alveg rétt. Svo ég gerir nú Allt mér ekki Já, ég er alveg sammála þessu að kerfið, allt kerfið, kallveldið, það hylmdi yfir með þessum köllum og tók þátt í þessu ofbeldi í rauninni og það er það sem að konurnar í MeToo er meðal annars að fletta. Það er að segja upp þessum samningi. Já, það er að segja upp þessum samningi og vilja að Það var að kalla hann ringlaðir, ég var hérna með lykilað bara borginni og öllum konum og allt saman alltaf að taka það frá mér. Já. Þess að sitja mér í stöðuna sem apinn er í sem að færi ekki að vera efstur alltaf að rekja mig út á auðnina bara og ég verði einn eftir svo við vitnum nú í Jordan Peterson sem er einmitt ávarpa drengi sem að upplifa það að þeir passi ekki lengur inn í hjörðina af því þeir fá ekki að vera drottnandi og ráðandi og þá er það, hvað er þá eftir? Það er að vafra sléttunar einn án hópsins sem að kemur kannski fyrir í þarnæstasætti í okkur einstæðingin. En þá leið sitjum uppi með það núna í ringlinu hverjir eru fórnarlömb þessa ringls kannski ungu strákarnir kannski COVID-kynslóðin sem að það er hópur ungra karlmanna og þetta veit hver einasti bara allt fólk sem vinnur við vandasöm félagslega samskipti það bara veit það að það er bara stór hópur ungra karlmanna
sem að fær engin skilaboð frá umhverfinu, frá samfélaginu sem það lifir í hér á Íslandi það að þeirra krafta sé vænst og stór hópur ungra stráka sem að alast upp og þeir fá þau skilaboð, þeir lifa með þá tilfinningu, heyrðu, ég er ógeðslegur, ég er graður og það er ógeðslegt og ég veit ekkert hvað ég á að gera og enda svo sem hefur engin áhuga á mér og mín er ekki vænst og ég kann ekkert, ég veit ekkert og það er ekki beðið eftir mér, minna krafta er ekki vænst. Sko, það er fullt af ungu karlmönnum í þessari stöð og það við þurfum sko, og hvað gerist þegar stór hópur ungra karlmanna á mögunaraldri upplifir það, heyrðu, já, ég er sem sagt ég er ekki að fá það verður ekki og ég er ekki að fá neina konu, ég er gagginu, ég er ekki að fara að fá neina konu, ég er bara algjör lúser. Hvað gerist þá? Já, það er til dæmis sjálfsmorð. Já. Sjálfsmorðstíðni er mjög há meðal karlmanna og það kom fram í þætti hjá BBC einhvern tímann ekki alls fyrir löngu að það sé meðal annars vegna þess að karlarnir geta ekki sætt einhvern veginn þessi skilaboð sem er að fá, sem að tvennskonar margskonar en að þeir eigi bæði vera nútímalegir og síðan þessi hefðbundni sterki karlmaður. Það var skýring sem var gefin í þessum þætti, einn af skýringunum. Já, ég hallast að því. Þeir líka hafa kannski minni eða svona samtalsvettvang heldur en konurnar, sko. Já, mér fundist það í gegnum, sko. Nú er ég komin á grafabakkann, sko. Ég hefði átt að vera það með að við af og ömmu, sko. Þau voru orðin gamalmenni á þessum tíma. Ég er bara svona nútíma Íslendingur en búin að lifa tíman að tvenna eins og af og ömmar, sko. Og ég sko vann sem áfengiságjafi nokkur ár og þá skynjaði það að það var fullt af skjólstæðingum sem kom, sérstaklega karlamegin sem höfðu engan samtals vettvang, höfðu engan til að tala við, voru bara einir með allt sitt, sko. Og jafnvel þóttu þeir ættu einhvern hóp sem þeir fóru í laxveiði og svona, þá var bara talað á fylliríum, sko, en aldrei svona maður og mann bara edrú sig og tilfinningar. Og bara algjörlega kunni ekkert að tala tilfinningar og ég hef eitthvað bara verandi ráðgjafi og ég kunni það ekkert heldur, sko. Ég bara er ekki alveg upp við það að tala mikið tilfinningar, sko. Og kannski ekki vel tekið á móti þér endilega þegar þú reyndir það. Allavega ekki í kaffi í vinnunni. Nei, því að ég meina ofta gert grín að karlmönnum og ég hef alveg upplifað að ég kem inn á það í minni bók að ef maður ætlar einhvern veginn að opna sig að þá er oft gert grín að manni. Og maður finnur sko oft í samtalenu að hinir eru kannski að glíma þetta líka en þeir sko hlaða því öllu á þann sem opnar sig og einhvern veginn sko hann verður einhvern veginn sá veiki. Akkurat. Hann verður sá veiki. Þetta er eitthvað þá meinsemd í karlakúltúrnum að karlar hafi ekki einhvern vettvang sem þau getið verið að ræða saman. Fara bara saman á völlin eða í bíó eða eitthvað og Já, einmitt, það þarf að vera einhver athönd sem er saminast og þeir eru oft mjög góður í því og það getur oft verið mjög skemmtilegt en það er einmitt oft talað það í feminismannum að eitt af því sem að ráðuneyti karlmennskunar eins og ég kallaði bókinni gerir ungum mönnum strax er að taka frá þeim tilfinningalífið og að þeir sem sagt eigi ekki að halda upp á tilfinningar. Og ég hef heyrt frá ungum mönnum sko, sem eru kannski á þrítugsaldri sko, að þeir skynja breytingu á félögum sínum. Þegar þeir koma þangað og þá eru þeir búin að læra þessa rullu og fara alltaf lengra frá kannski því að tala tilfinningar og þegar maður getur ekki tala tilfinningar, hvað verður þá tengslin? Feminismin kannski býr til einhvert rými fyrir kalla til að fara inn í af því við þurfum ekki lengur að vera til dæmis alltaf út á sjó við getum sinnt börnunum okkar og mynda tengsl þarna og það er ákveðin auðlegð sem að við fáum út úr þessu nýja kynja kerfi, myndi ég halda. Ég held það stór græðum ég hef ég tengi algjörlega við það sem þú segja og mér finnst vera þegar ungi drengir alast upp bara á gagnfræðaldri
og læraði þetta, heyrðu, ef þú ætlar ekki að vera sissi, þá ert þú, sko, þú mátt vita þú svangur eða graður, en ef þú ætlar að fara að tala hér einhverja aðra tilfinningar, þá það bara ekki á dagskrá. Ef þú stúlka og þú elst upp í íslensku samfélag, þá lærur, heyrðu, ég má, sko, mér ber að hafa þekking á tilfinningum sem stúlka, ég þarf að þekkja tilfinningar, það liður í því og ég þarf að geta talað þær, en það eru 2 tilfinningar sem mjög ókvenlegar, ég má ekki vera svöng og ég má ekki vera gröð. Og svo ef að fólk gagnkynhneigt og svo fer fólk út í lífið og finnur hvort annað og það akkúrat, sko, það búið að fá þessi misvísandi skilaboð og svo giftir þetta fólk sig og ég vinn við að gifta fólk og hvernig við höfum þetta ennþá svona, við erum með alveg ofboðslega galin skilaboð þegar við giftum fólk. Hann stendur uppi með hönd og pung, ég hef sagt þetta áður hérna við þetta rauðaborð, hann stendur uppi með hönd og pung, hún kemur gangandi inn, leitt af eldri karlmann eins og barn. Og við erum að segja, konan fegurst, háð, eins og barn, stutt af eldri manni, hann karlmannlegastur í ríkjandi stöðu. Og hvað kostar þetta í samlífinu, sko, við veitum það. Já, finnst þið vera merking, þessi merking í þessu ennþá? Það eru unga konur, skilur það taka þátt í ritualinu. Það meinar þetta engin svona, en ég hygg að þetta virki á taugakerfið. Ég hygg að við séum nefnilega ég held að heila stofnun í okkur sé að vinna sitt verk og kona, sko, að því leiti sem konur skynja sig kvenlegar í víkjandi stöðu, að því leiti sem karlmenn upplefa sig karlmannlega í ríkjandi stöðu, þá erum við að skapa áhættu ástand og þetta ástæðan fyrir því að klám virkar. Hvað klám? Klám 2 naktir, sko, klám naktir líkamir í kynferðisgerðum? Nei, það ekki klám. Hvernig verða kynferðislega lýsingar að klámi? Jú, þegar kemur valdahalli, þegar orðið einn sem gerir eitthvað við annað, þegar kynferðislegur valdahalli, þá orðið það klámi. Og að þessu leiti, og ég ekki einn það, heldur hef lesið ýmsa höfunda sem þetta fjalla, við erum, sko, þarna liggur, sko, vandi menningarinnar og þess vegna eru konur, þess vegna eru, sko, afa stelpurnar mínar í meiri hættu heilsufarslega heldur hún afa strákarnir mínir þegar þetta fólk fer að leita ásta ef þau skildu vera gagnkynhneigð, þá eru þær í meiri hættu vegna þess að það lifa í heimi þar sem að við túlkum þetta svona. Það alltaf mjög marg sem halda þessu fram og mér finnst þetta, í mínum huga þetta svona. Já, það gengur mjög hægt einhvern veginn að breyta þessum viðmiðum allum þó að séu sumir og sum að reyna það kannski til dæmis í klámheiminum, reyna að taka út þennan valda halla, þannig að sé jafnræði og breyta þá kannski klám í erotík sem ég finnst ekki vera það sama. Nei, sem aldrei ekki það sama. Í hináttina, sko, það til eitthvað sem erotík. Já, og því, já, og bara nauðsynlegum fjöllunum kynlíf. Þú talar ekki klámi sem svona náttúrulegt ástand. En að því að þú ert að spyrja náðan eitthvað sektina og þú væri svona mér okkar að spyrja það svona sameiginlega sekt karla þegar við erum að tala svolítið um karlakúltúrin og auðvitað liggur það á okkur alveg eins og að byggja upp gott samfélag að byggja upp heilbrigðan karlakúltúr þar sem að karla geta bara talað um hvað sem á eðlilegan máta og sé ekki svona herftir að mig ekki tala um hvað maður sé svangur eða graður og ekkert annað. Þá það þá hljóttum við að bera ábyrgð á því að það sé heilbrigður karlakúltúr og þá berum við kollektífa ábyrgð á því að hversu margir af kynbræðum okkar brjóta ekki að konum og minnum áttar. Já, við erum samábyrgir. Hvað ætlum við að gera við það? Erum við að gera eitthvað við það eða erum við bara að tuða yfir þessu og nöldra yfir þessu? Já, þarf ekki að byrja allt hjá einstaklingnum sjálfum. Hann þarf að fara að hugsa þessi mál og það er eina ástæðan fyrir því að skrifa þessa bók að ég vildi fara í gegnum þessi mál. Ég var ennþá ringlari þegar ég byrjaði á bókinni en ég var að nota þessi skrif til þess að reyna að leggja þetta niður fyrir mér, til þess að taka þetta ykkur leiti inn í kerfið og til þess að skilja. Það er náttúrulega fyrsta atrið að við þurfum held ég að skilja hvað þetta snýst
og þá þurfum við sko ekki bara að skilja okkur sjálf, við þurfum líka að skilja hinn aðiland sem erum í samskiptum. Þetta er samt leiðangur það sem við skiljum þetta aldrei sko. Við skiljum eitthvað þetta er bara endalaus leið sko. Þannig að við verðum einhvern veginn að geta aktað á leiðinni sko. Já, auðvitað verðum við að hrinda ykkur í framkvæmd að þessu sko. Og við erum að vinna þessa vinnu. Dómstólarnir eru til dæmis að vinna mjög mikla vinnu í kynferðismálum. Taka þetta mjög til sín og lögreglan líka rannsókn á kynferðisafbrotum sko. Myndirðu segja að ef við verðum að skoða endurskilgreiningar á karlmennsku, ekki effort í því að langstærstu hluta frá konum? Eru karlar duglegri því að... Nei. Ég meina, mér bókið þín, þið gerir bara tíðindi. Já, einmitt sko. Það er eiginlega bara fráleitt. Já, þetta er bara stórfurðulegt að karl skuli fara inn á þetta svið og margir voru og mörg mjög hrætt fyrir mína hönd að ég skildi dirfast að fara inn á þetta svið, en mér fannst bara ég yrði að reyna að taka til máls þarna og vinna þessa vinnu sem að konur eru að tala að við höfum kannski ekki unnið, því að við förum svo fljótt í varnarstelling oft í einhverja afneitun sko, þetta er bara einhvert feminista kjaftaði og án þess að skoða hvað felst í þessu feminista kjaftaði, hvaða merking, hvaða skilaboð eru raunverulega þar og spyrja sig, er eitthvað sem að ég er bara ekki að átta mig á? Er eitthvað í mínu kerfi og í karlamenningunni sem er að tala í gegnum mig án þess ég vilji og án þess ég átti mig á? Þess vegna þarf að vinna ákveðna sjálfsvinnu held ég. Þú ert nú gamall áfengisráki, afneitinu þetta er alveg stórkostlegt fyrirbæri að það sjá allir vandamáli nema viðkomandi, hann bara snýst í hringi og þussar og bölvar, en það sjá allir vandamáli. Það er svo rautt ljós og þetta er tvíþætt held ég sko, það er bæði þessi afneitun og svo líka sko heyri ég sko menn vera að tala um að konurnar að taka eitthvað völd. Það er að slaufa einhverjum og það er að gera eitthvað sko sem að þær hafa bara ekkert efn á sko, segja þeir. Og hvað sko, er þetta bara valdabarátta? Nei, þetta er stórt og flókið, en mér fannst náttúrulega mjög merkilegt að upplifa hérna MeToo-byltinguna og þarna er náttúrulega konur sem stíga fram sem eru búin að gefast upp á dómskerfinu og notfæra sér nýja samfélagsmiðla bara til að stíga fram og segja frá og rauninni svona endur skilgreining á kynferðisofbeldi og mér var brugðið og mér minnum að þetta eftir að Pubbi Mortens sagði sko við erum allir með skítu að putta og maður fyrir bara að horfa hvað djöfulinn er ég búin að gera og vinni mínir og frendi mínir og maður fyrir að skoða fjölskyldusögu og bara kemst að því að bara afa sínur og langa voru ekkert góðir menn og kom illa fram með konur og bara hvaðan kem ég og hver er ég og hvað get ég gert og þá kemur náttúrulega sektarkenndin sem er umfjöllunarefni í dag, sekimaðurinn sko og því ég er nú hérna fulltrúi í líffræðinni í dag þá er það náttúrulega ótrúlega merkilegt fyrirbæri að við sem svona bara grimm spendýrategund séum með einhvers konar samvisku, við sjáum ekkert mikið af svona vott af samvisku í dýraríkinu en við erum með þessa samvisku bara einhvern veginn illt í sólarplexunum þegar við erum búin að gera eitthvað ránt og okkur líður hreinlega illa og finnum fyrir sársauka og við erum náttúrulega ekki abar, við erum menn og sársauki er náttúrulega mjög merkilegt fyrirbæri. Sársauki er alltaf sársauki einhvers konar ákall breytingar að það verið að senda skilaboð að nú verður þú aðeins að breyta hegðun, bara þegar við fótbrotum okkur þá þurfum við að labba öðruvísi og hegða okkur öðruvísi og þegar fyrir mig mikla sektarkennd og kvíða það er eitthvað að segja okkur að við höfum það er eitthvað í hegðun okkar sem er ekki rétt og það er svona það er fyrsta skrefið í átt að breytingum eða ekki að fá samviskubit og sektarkennd. Já sko og breyta hegðun. Já, það er leiðin til að breyta viðhorfum. Já, svo getur við deyfta bara. Já, en ef þú ætlar að breyta viðhorfum þá ertu að byrja að breyta hegðun. Þú byrjar ekki á að breyta viðhorfum. Þannig að finnst mér þetta svolítið góð titill hjá þér hún Helgi, sko, tilnefndi kerfisauðfærsla. Þetta er það sem öll nútíma sálafræði gengur út á sig hugræna atvinnusmeðferð að tengja upp á nýtt kerfi til að þegar við þurfum að breyta
breyta okkur sjálf og við þórum okkar að það þetta rosa stóra vírastykki og tengingi í heilanum okkar, það bara endur tengja og það tekur smá tíma, það ekki þetta spurningin aðlögunar á hefninu. Já, það ekki gert og einni uppfællið, það gerum með hvað segja Sólveig, með síendurtekinni hegðun og þá tekst okkur að breyta einhverjum viðhorfum og hegðunum í hausnum okkur. Það fer alltaf í gegnum vöðvaminnið, sko. Þannig lærir fólk að hætta að drekka og þannig lærir fólk að En hins vegar kannski móta sig í nýjum hlutverkum. Bara gerir eitthvað 8 sinnum með nýjum hætti þá þetta að komið, sko. Það ekki eins og við séum með bara einhverjum rosalega djúpum hjólförum. Það hægt að breytast, sko. Já, og ég kalla svolítið eftir því að kallar setji skapandi orku í þetta. Nú blasir við að við erum staddir í nýju umhverfi og Þú vilt ekki að sekjumaðurinn stýri viðbröðum okkar, að við þurfum einhvern veginn að vera með einhverja jákvæðri orku heldur en sektina og skömmina til þess að geta breyst. Ég held að það sé mjög mikilvægt að reyna að snúa því í þá áttina, búa til jákvæðu orku, ekki síst gangvart ungu drengjónum, ungu köllunum sem eru í miklu basli og ég lesa semst í Bandaríkjunum hafa mæður miklu meiri áhyggjur á drengjónum sínum heldur stúlkonum nú orðið. Þannig að ég held að það sé eitthvað sem við ættum að stefna að búa til einhverja jákvæðri orðræðu og koma inn í þetta umhverfi og svara konunum og feministunum á okkar hátt og skapandi hátt. Þannig að þær séu ekki endilega að skilgreina okkur eða segja okkur hvernig við eigum að vera heldur að það verði til einhvers konar samstarf eða samtal þarna á milli. Og þá þurfum við að setja einhverja skapandi orku í þetta og ekki segja bara helvítis feminista kjaftaði, skilur. Þetta flóki, ég á 15 ára gamla strák og nú ég svolítið búin að ljúka bara mínu uppeldi slutverki, hann hlustar ekkert á mig lengur og Hann sagði upp. En ákvæðlega, en hann horfir á Marvel myndir svona myndasögumyndir, það sem að þetta mjög svona heiðnar hugmyndir, þetta svona hetjan, stóra hetjan og þetta bara alveg, þetta nær lenga aftur fyrir heldin í kristni, þetta svona snýst hefndir og heiður og svo spilar hann töluleikir sem eru svipaðir og byggðir á sömu karlmanns ímyndum og svo fer hann á samfélagsmiðlana og hlustar okkur að svona vakstar eftir hálfvit að tala hvernig maður að haga sér og lifa lífinu, þú veist. Þetta bara veruleikinn. Og Elon Musk sem að þykist vera einhver Iron Man bara í heiminum og geti bara reddað öllu. Já. Þetta er eftir það ekki tilviljun að þessi sagnaheimur komið núna á nýfrjálsíkutímanum. Það verið að selja hinn sterka. Svona með lifir í þessum sagnaheimi bara svona 2 tíma á dag. Þetta er verið að selja hinn sterka sem þarf ekki á samfélaginu að halda. Algjörlega. Þetta er hugarheimur drengjana. Og þess vegna þurfum við karlar, sko, ég skal bara segja það, drengurinn sko ekki hættur að hlusta þig, hann bara lætur þannig. Og þess vegna þarfst þú að halda áfram fyrirsjáanlegur, leiðinlegur, gamaldags og allt það. Og sko að því að það er hlutverk mann sem uppalanda og við og þetta sem þú ert að tala Rúnar, þú ert að biðja það að við karlar að við setjum sko að við ígrundum okkar sök, okkar tilfinningu fyrir sök og mér þykir gríðarlega vænt eitt hugtak sem er kristið og biblíulegt og það er hugtakið iðrun. Hvaðan er það runnið? Ég skil það þannig að sko, við erum með iður, við erum með innefli og það að lifa sem iðrandi syndari sem þykir mjög skrítið hugtak. Jú, það er mjög merkileg ástundun vegna þess að þá er ég að lifa sem maður sem er meðvitaður sundrungina í lífinum, syndaskrifum uppsólón, sundrung, ég er sundraður, oft ger ég ekki það góða sem ég vil og ég ger einmitt það illa sem ég ekki vil. Ég lífi í mótsögn. Ég er syndari. Þetta er bara harðpraktískur veruleiki og þetta veit hver einasti aðamaður. Góðan daginn, ég heiti Bjarni, ég er alkoholisti, skiljið. Menn ef við játum synd okkar þar með erum búin að taka svona virka afstöðu til verkefnana. Iðrun er það að vera í tengslum við iðrin og það tilfinningar sem að iðrin miðla og þess vegna er í staðin fyrir lamandi skömm þá eigum við kost á skapandi hryggð.
og það sem ég held flott hugtak, skapandi hryggð þú séð þetta í bókinu sko, við þurfum að umbreyta okkar, vinna með hugarfærið, vinna með hugarþelið og það er akkurat þetta að komast burt úr þessari lamandi skömm sem við þekkjum bara að því að hún býr í manneðlinu, bara tilfinningið fyrir því að vera no good for nothing og þegar við beitum ofbeldi eða verðum fyrir ofbeldi er ekkert annað en vanvirk samskipti á styrum þar sem við erum að taka skítinn og skömmina úr eigin sálarlífi og tróða inn í aðra líkami, hvort sem það er kynferðisofbeldi eða hvaða ofbeldi sem vera kann og eins þegar við verðum fyrir því. Sá sem verður fyrir ofbeldi, hann situr uppi með skít og skömm og við þurfum að leyfa og að því leit sem við lifum í ofbeldismenningu þá erum við bara að versla með skít og skömm og það er út úr þessu sem við þurfum að komast og það er þetta sem við þurfum að viðurkenna karlmenn og jafnt sem konur, við þurfum bara að horfa á samfélag okkur og sjá vanvirku tengslin og við sem karlmenn þurfum að játa, heyrðu, ég ætla að horfast hér í augu við hluti sem eru og ég þarf að horfa á mínar eigin hendur og spyrja hversu óhreinar eru þær hver svo sök sem ég ber og get ég breytt þeirri lamandi skömm í skapandi hryggð og þarna held ég leið og konur skynja að karlmenn séu færir þetta og tala þetta kannski náum við þá að leyfa MeToo-hreyfingunni að komast þangað þar sem að byrjar þar sem við erum ekki bara með helvíti komið inn í stofu þar sem að ef að þeir hefur verið kansellerað góurinn þá er það að eilífu og það er byrjað núna. Mér finnst þetta dálítið flókið í Bjarni, ég næði þess ekki alveg utan um þetta, það er bara... Það sem ég er að segja. Ég þegar ég heyri skömm og sektarkennd, og þá er það annarkvæmt, það sem kemur upp í hugan hjá mér, þá er flóttið afneitun. Já. Það er bara, annarkvæmt sagði maður, nei, ég gerði þetta ekki. Nei. Eða maður fer bara eitthvað annað, nennir ekki að hlusta á þetta, og það held ég að sé svona raunveruleiki flestra, að Sanns að engin úrvinnsla þá. Nei, engin úrvinnsla. Þá er engin úrvinnsla. Þetta er svo stór orð og maður bara skilur þetta, ég skil ekkert í hvað en ef þið væri kanselerað, þá getur ekki flúið og þú getur ekki afneitað, þá sætur upp í lamandi skömm. Það er bara þannig. Þannig að það er akkurat ótti okkar og þess vegna er þessi kanselering, þetta fyrirbæri sem hefur farið í gegnum taugakerfið okkur hverjum og einum, skildi mér vera kanselerað. Og ef þeir eru kanselerað þá virkilega færð þú að kynnast lamandi skömm. Ég þekki all nokkra. Útlagar. Þá útlagi. Bubbi var einmitt að tala um daginn með lag sem hann flutti með dreng sem var kanselarað og fekk ekki spilun og svo framvegis og hvenar karlmenn átt að tala um það sé búið að færa dómstólinn frá þessum raunverulegu dómstólum yfir í bara dómstólgötunar og ef þú ert dæmdur að dómstólgötunar þá er þetta viðhalda því bara endalaust þeim dómi þú ert aldrei náðaður. Og þess vegna er ég að segja ef að með þessari MeToo, með þessu MeToo höggi sem að við höfum fengið í magan ef að það gerist að karlmenn ræðast við og segja, heyrðu, við skulum taka við þessum skilaboðum, en hvernig ætlum við að gera? Ætlum við að gera með virkum hætti, þannig að við sitjum ekki fastir í lamandi skömm, heldur í virkri skapandi hryggð, þá gæti það gerst, sem að vantar alfarið inn í MeToo-hreyfinguna á mínum mati og ég fengi mikla skömm fyrir að segja, bara ásakanir fyrir að segja það, allt frá árinu 2017 skrifaðum þetta, að ég tel að MeToo-hreyfingin muni þurfa að ná þeim stað að helviti sé ekki bara búið að plassera það inn í stofu hjá fólki heldur sé hægt að það verði meðvitað verði inn í menningunum okkar ef ég hef skitið upp á bak hvernig er farið að því að endurvinna trúna sem hefur verið rofin í verki hvernig er farið að því? Við verðum að eiga farvegi í menningun okkar til þess að endurvinna trúnaði verki sem hefur rofin í verki og þess að ef það er ekki þá bara stoppar lífið. Þetta er það sem vantar. Þarna erum við dálítið stattir held ég. Já, það vantar, einhverja meðferð eins og við höfum meðferð við alkohólisma og ýmsu öðru, það vantar einhverja meðferð þannig hvað á að kalla það.
það sé hægt að fara og vinna og það sé og einhver sé með þér og það sé vottað og þú getur einhvern veginn komið út og heilsað samfélaginu og fengið aftur tækifæri vegna þess að við verðum að geta endurreist fólk. Það ekki alveg þannig sko, þóttu farið í meðferð að þú komir og allir tækið þig bara fagnandi á eftir þegar þú gekkst í gegnum eitthvað sorgardal og ert búin að yðrast og allt það ekki alveg þannig því þú ert að vinna aftur traust út í samfélaginu og mér þetta í hug hvort að sé eiginlega gert of mikið úr þessari slaufun og þess að ekki vend að sjá fyrir sig hvaða hryllingur það að vera fældur út úr samfélaginu en einhver rappari sem að færi ekki músíkina sinna að spila það, hann kannski bara í sömu stöðu og kvenrapparar hafa verið undanfarið 20 ár og þeirra dót ekkert spilað og ég meina við þekkjum það frá konum sem reyna að búa til bíómyndir og það alltaf skilin einhverju handriti og það bara heyrist ekkert og sést ekkert sem það gera þannig að sömuleyti eru karla sem hafa brotið ekki að konum bara að upplifa stöðu sem að konur að mörguleyti eru í það er bara síður heyrt hvað þær eru sérstaklega kannski kallar að minni kynslóð og þar í kring og eldri sko og ólust upp við að það var alltaf verið að dásta okkur hvað voru duglegir og klárir og sniður og fyndnir og alls konar dóttir í. Þú talar að sko, mæður í Bandaríkjunum hafa meiri áhyggjur af sonunum. Þannig hefur það alltaf verið sko. Drengir eru aldrei upp sem prinsar og er bara í sumu menningu bara stórkostlegt vandamál. Það koma út úr þessu alveg arfa lélegir menn sem að geta bara ekki lifa nema að lifa í einhverju stanslausum fögnuði og alls það sem að koma og líta allt sem bara höfnun eða þannig að ég meina það er bara svo mikið innbyggt inn. Við vorum að tala breytingar þegar einhverjum rappara er slaufað og hann sýnir iðrun og honum haldið áfram að slauðbarna þá lítur það aldrei út svona eins og einelti og hverjir eru að hlusta á hann dreng, eru það ekki strákar, ungi strákar sem hafa eftir að Jú, það verið margir sem hafa verið Guð hafi fyllt háskólabíu og það er nóga liði sem er til í að horfa og slaufaða kalla sko. Þannig að það er oft stilt upp eins og það sé eitthvað svona samfélags eða dæma, það eru bara ákveðin hluti samfélagsins sem að hefur sagt bara ég nenni ekki að hlusta á þennan gaur lengur og þannig er það bara það er, ég meina stæðsti hluti kalla nennir ekki að hlusta á konur nennir ekki að lesa bækur eftir konur eða fara í bíó eftir konum og heyra aldrei, tala alltaf yfir konur í hvers getur sem opna munnin og ég meina þær eru bara búin að vera meira og minna slaufaðar sko síðan að ég fættist alltaf ég veit ekki hvernig það var fyrir þann tíma og þær eru bara að rísa upp núna og þá verða kallanir ekki á að setja mig í þessu stöðu og konur það verið í ég er strákur þannig að þið að taka mig upp og hampa mér þátt ég að kúka í mig og það er ákveðin tilhneiging til þess að þessi hannúð sem að tala sem sagt að sína óeðlilega mikla samúð gerandanum óeðlilega mikla samúð sem verður kallað hannúð það er eitthvað sem að þú ert að tala um þarna. Það sé rosalega innbyggt í kallakultúrin. Ég er alveg sammála því. Sko. Og við þurfum að gæta þess að úrvinnsla okkar verði ekki þannig að það sé rísa á fætur og gripi til varna vegna þess að við þekkjum það, maður þekkjur bara sem foreldri ef að maður þekkjur bara yfir höfuð í öllum samskiptum ef þú grípur til varna þú ert gagnrýndur þá ertu alltaf að tapa. Þú verður að vera reiðbúin að taka gagnrýni og heyra hvað verður að segja og svo framvegis til þess að vinna með sjálfmæði og núna þá það er gríðarlega mikilvægt og okkur takist að raunverulega heyra og þetta sem að þú ert að segja Gunnar Smári heyrðu, er þetta ekki bara staðan sem konur hafi verið í og á eitthvað rétt á því var að frægur elskaður út á því? Hver sagði það eftir rétt á því? Já, hver sagði það? Við erum náttúrulega búin að vera svona aðalspaðin í síðustu 5.000 ár, svona miðaldra kallar með bömbur, málaðar hafa verið máluð málverk á ykkur og fengið að ráða og við svona verið tilbeinir og tignaðir í brjóstmyndir og styttur og svo er þetta bara allt í einu búið akkurat núna þegar við erum miðaldra kallar með bömbur. Við fáum ekki brjóstmyndir á okkur. Nei, þetta er ákveðin áfall sko og jafnrétni snýst kannski ekki endilega alltaf með það að draga alla niður á sama svæði sko en margir upplega þannig og það er alveg rétt hjá þér. Kannski þarf einhvers konar auðmýkt að koma hérna inn, við sýnum oft svona hrokafull viðbrögð, förum í vörn en að tileinka sér kannski einhverja auðmýkt, félagslega auðmýkt og að því að auðmýktin held ég, hún hleypir inn hlutunum sko. Það er eitthvað vinnsla í henni meðan að hrokin oft afneitar. Ég held að við höfum ábyggilega gott að því að tileinka okkur svolítið auðmýkt í
Það er ekki bara jafnréttisbaráttan og MeToo sem hafa gert okkur ringlað, þú veist, mannréttindi bara samkynhneigðra og núna komið ný kyn sem að hafa ögrað hinni hefðbundnu karlmennsku og þetta ringlar okkur enn frekar og gerir marga okkar mjög svona fúla og ringlaða. Og réttindabarátta svartra og núna bara réttindabarátta innflytjenda á Vesturlöndum sem nú kannski bara stóra mannréttindabarátta sem við erum stödd í. Já. Það eru hvað viðhorf við höfum til þeirra sem eru ekki einhvern veginn innvígðir og innmúraðir í okkar samfélag. Hvað ætlum við að skilgreina það sem eitthvað afmennskað fólk eða? Enga veginn sko og bara hvernig er hugsað þá sem er að koma að vinna til að halda velmeðunni uppi En það er bara alveg kapitál út af fyrir sig og hverjir taka þátt í því hverjir að keyra það áfram sko er það ég og þú eða? En það eru kynfræður þú ert að segja Berti, við erum komin á sko nýjan stað núna að það er bara búið að endurskilgreina landamærin og mörkin, hvað má og hvað má ekki og það er endurst mörgum erfitt að skilja það og við áttuðum okkar eða margir hefðu farið vel yfir mörkin og konur brugðust eðlilega við og það var á þeim brotið og allt það en hvað svo? Mér finnst þetta bara mjög áhugaverð spurning af þér og ég er ekki með svöru við þessu en ég bara ég hef stundum verið að vinna svona sjálfbáðavinnu að hitta fanga og fólk sem hefur brotið á sér og hitta þá og tala við þá og menn sem hafa sannarlega brotið á sér og brotið á öðru fólki og langar innilega að eiga einhverja leið aftur inn í samfélagið og vita sína sekt og vita hvað hafa gert, bara hvernig kemst ég aftur inn, þetta er bara mjög aktúal mál skilur og er líka mjög aktúal mál eiga konur að fyrirgefa ábyrgðismönnum sínum er það hægt yfir þetta? Ég ef þú spyr mig þá er fyrirbæri það er okkur fyrirbæri fyrirgefning það er bara stór hætt það er svo vand með farið vegna þess að fyrirgefning er ekki eitthvað sem þú ákveður fyrirgefning er eitthvað sem kemur til þess gjöf ef hún kemur vegna þess að allt í einu er ofbeldis verknaðurinn ekki lengur að skilgreina þig og það kemur þessu uppgötvun. Það er mín reynsla af fólki og eigin lífi að ég held að það sé svo og ég held líka að því að þú ert að tala þessa með sökina og þessa ábyrgð hvað erum við að tala hér allan tíman við erum ekki bara að tala einstaka brot, við erum að tala deildu ábyrgð, við erum að viðurkenna það að við erum fæddir inn í menningu þar sem við fengum þau skilaboð sem ungir karlmenn heyrðu þetta er þú ert þú átt þetta, þú mátt þetta við fengum skilaboðum það að vera svolítið aðal og ekki bara í samskiptum kynjana heldur við sitjum upp með það að mannkyn hefur í krafti hvítra karla skilgreint sig sem aðalatriði veruleikans og við erum og stöndum uppi með visskerfslegt gjaldþrot. Þú vinnur nú hjá Sorpu og það er verið að vinna úr flokkunum og öðru slíku. Bara þessi aðalveiki, þessi fjandans aðalveiki okkur finnst við bara vera kjarnin í þessu öllu og þess vegna þurfum við að vinna með hugarfærið okkar og þess vegna þegar við tölum hefðir og venjur og siði og af því ég vinnum við það við höfum þannig að séð það sem brúðurinn er leitt inn eins og barn en við eigum líka hinsiðin sem er 2000 ára gamall miklu eldri og ægifagur hann er það, hvort sem það er tveir karlar, konur eða karl og kona sem eru að gifta sig þau krjúpa hlið við hlið, þau búið að lýsa þau hjón og eru með því að krjúpa að segja heyrðu, já, við ætlum ekki bara að vera lagatæknileg hjón við erum tvær personur sem göngu saman á hjón við þjónum hvort öðru í jafnræði við kunnum þetta, við kunnum að ástunda jafnræði, við kunnum það vel við kunnum að ástunda samráð, við kunnum að ástunda bara það að setja sig í annarra spor ef við erum með alveg ofboðslega sterk skilaboð og sterkar svona túlkunar með menningunum okkar þar sem að það er slegið á borðinu og það þykir já þar liggur okkar vandi og þarna held ég að sem sagt ofbeldismenningin hún liggur þarna hún snýr
frá körlum til kvenna, hún snýr frá mannkyni að visskerfinu öðru leyti og hún á milli okkar líka. Og hvað eigum við að gera við nauðgaran og ofbeldismanninn? Eigum við að hjálpa honum? Eigum við að, sko, svo erum við, já, hvað eigum við að gera við nauðgaran og ofbeldismann? Eigum við bara að hafa hann útlægan eða hleypa honum aftur inn og bara segja konum að fyrirgefa honum eða, veist, hvað eigum við að gera við hann? Mér finnst þetta að þú varst að tala um fyrirgefninguna með þykjana, sko. Það er vegna þess að í slaufunarmenningunni svolítið þannig að við dæmum fólk og við kemst ekki inn aftur fyrir en að sá sem að þú brust gegn fyrirgefir og þá hugmyndunum það að okkar hlutverk sé að dæma fólk og fyrirgefa fólki en ég held að þú set að vísi í eitthvað svona kristna hugmyndum það að það eiginlega ekki okkar hlutverk hvorki að dæma ykkur eða hleypa ykkur inn aftur heldur fyrirgefningin eitthvað sem við getum þegið og kristi með myndur ekki að segja að það er lögum búið að fyrirgefa þér þannig að það er þessi krafa á hvort annað að fá sko annað dóm eða fyrirgefningu það er spurning hvort að það bara getur rúmast í mannfélaginu sko. En við megum ekki fara ódýrar leiðir og við megum ekki, sko, það má ekki misnota kristindóminn einmitt og hugmyndina fyrirgefningu, við verum að gæta okkar á því sko, Kristur á krossinum hann sagði faðir fyrirgef þeim hann fyrirgaf ekki á þessari stund fyrirgef þeim en hugmyndin er alltaf svo að við erum syndaselur og svo komum við kirkjan og vörpum syndunum og hann dó fyrir syndir okkar og það er bara stikli en í slaufunarmenningunni þá erum við að fara fram á samfélagi fyrirgefa okkur, það er ekki leið inn eins og þú veist að tala um áðan að þú svo sem er búið að vera slaufað, hver er leiðin að sinn? Já, ef hann yðrast, ef hann vinnur einhverja vinnu, já, hver metur, það er erfitt að segja, sko, en það hefur verið bent á það. Síðasti maðurinn, hann segir bara, nei, ég er ekki til í að fyrirgefa og þá ertu bara úti. Já, kannski, en ef menn sýna ykkur merki að þeir hafi skilið eitthvað upp á nýtt. Samfélagið er það ekki bara. Þetta var ekki sameiginlegur dómstóll. Nei, en allavega það sökin liggur þarna úti. Kvartað undan því að þessi kallar, sko, þessi frægu kallar að þeir sýndu akkurat enga iðrun og þeir reyndu ekkert að læra af þessu. Þannig að auðvitað er þetta mjög erfitt það er engin formlegt ferli þarna en hvað með það er óljós hver dæmdi þig og það er óljós hvert átt að áfrýja sko. Já, það er ekki takt að í raunin að áfrýja neitt sko þannig að dómstóll götunar fyrirgefur en hann sýknar aldrei eins og sagðir hérna áðan þannig að en hvað með samtalið er ekki einhver hjálp í því að þú lýsir hvað eigum við að gera? Við höfum fanta trú á því hérna verið Já, er það ekki? Ég hef líka nefnilega mikla trú á því og það er mín helsta kennsluaðferð í ritlist þetta er fyrst og fremst samtal það sem við erum að skrifa og á meðan við erum að tala saman þá þroskast ýmislegt ekki bara tæknileg atriði heldur líka fagfræðileg atriði þannig að ég er að vona að þegar við förum að tala þetta og kannski að stunda meiri uppfræðslu því ég held að sé bara lífshættulegt nánast að vera einhverja tebrur í kynfræðslu og slíku það þarf að koma þessu bara strax að Þetta er eilíft því að Já, þetta er eilíft Þú veit að tala skriftir og bókmyndir og grísku harmleikin eru margir hverjum þetta fósbrarasaga saga úralta kallmennsku og Don Quixote, skilur við erum endalaust að fjalla þetta og tímandi breytast og breytast hratt og það er engin svona eilíf gildum karlmennska, jú, það er eitthvað svona hugrekki og vinnusemi og hlífa fjölskyldinu og alveg fyrir henni og allt það en þú veist, svo breytist þetta bara með hverju einasta samfélagi, hverju einasta tíma nú erum við náttúrulega að upplifa tíma sem eru sko tími brjálara breytinga Ég ofta að vinna með fjölskyldum þar sem að og mér finnst þú snjallt í þinni bók að nota Bjart í sumarhúsum sem svona táknum úrelda karlmennsku og karl. Sjálfstætt fólk saga ringlaðan karlmann. Já, hún er það sannarlega sko. Egils saga ringlaðan karlmann. Já, mætti nota þetta sem titill á marga bækur. En þess vegna þurfum við að því að við erum svo erum við að tala hér er ekki hægt að fá fyrirgefningu. Sko það er hægt þegar til dæmis þegar ofbeldi verið átt sér stað í stórfjölskyldu og bara eitthvað hópslysið átt sér stað og það er bara flókið og það sársaukafullt og erfitt það er eitthvað til sem heitir nógu góð stórfjölskylda og það getur verið stórfjölskylda það sem að allir vita, já það er ekki, ríkir ekki hérna fullt traust á milli fólks vegna þess að hér hefur orðið ofbeldi af einhverju tagi og það ríkir ekki fullt traust
og það alveg á hreinu og þolandinn hefur fullt frelsi til að halda þeirri fjarlægð sem hann þarf frá ofbeldismanni sínum og gerir það. En það hefur orðið samkomulag eitt og það er það að þegar komið saman á gefnum tilefnum sem eru bara þegar einhver deyr eða einhver að fæðast eða einhver að gifta sig eitthvað svona, einhver útskrift. Og þegar komið saman á gefnum tilefnum, þá erum við meðvituð það, heyrðu, nei, við erum ekki heil, en við erum í þeim skilningi nógu góð að við komum saman og það allt á hreinu. Það sýna allir og öllum virðingu, en það ekki trúnaður. Það ekki, jafnvel ekki vinátta. Það getur verið í lagi og öll halda öllum ábyrgum í huga sínum. Það ekki orðið samkomulag það, ekki samkomulag það nákvæmlega hvað gerðist. En staðan þessi. Og þá erum við mitt stödd, ekki á ringluðum stað, en það eru margir fuglar á lofti. Og það ákveðin svona bataferli í gangi vegna þess að okkur tekst að sýna, varðveita þennan grunn, það sem bara virðing, en ekki trúnaður. Erum við þar núna? Hvað segirðu? Erum við þar núna, kallar almennt á Íslandi? Ég held að við þurfum að geta orðið sammála að hafa þetta nefnilega. Þetta er svolítið mín tillaga. Hvernig getum við verið nógu gott þjóðfélag? Í þessu lágtraust þjóðfélagi sem hérna. Það er svo lítið traust á milli okkar og það er svo, við þurfum að ná þessum stað þannig að við getum talað saman að við varðveitum virðingun og það er og þetta segi ég náttúrulega undir áhrifum boðarna 10 áður en okkur sagt að drepa ekki fólk, drífa, hóra og stela, þá kemur heiðra föður og móður, varðveittu virðingun í klaninu, láttu ekki allt fara í vaskinn. Vegna þess að meðan fólk var enn bara í bedúínatjöldum þá var það vita fyrir 3000 árum, heyrðu, það er eitthvað fyrirbæri sem heitir virðing í mannlegum samskiptum og það við verðum að finna leið til að varðveita hana, meira að segja glæpamaðurinn. Hann þarf að eiga síðustu leifarnar af virðingu sinni og svo þegar hann að koma aftur inn í samfélagi þá þarf það að vera úr hreinu. Við þurfum að finna leiðir til þess að allir njóti grunnvirðingar. Því ef við tökum síðustu leifarnar af sjálfsvirðingunum frá fólki þá erum við ekki þjóðfélag lengur. Heldur ekki gott að láta þessu allt sig í góðu lagi? Nei, það þarf bara ekki að gera það. Nógu gott samfélag. Nákvæmlega, bara tala skýrt. En samt erum við svo fjarrið þessu. Og fylgist til dæmis bara með bandarísku forsetakosningum, þá það í rauninni umræðum bara algjör og svona frum karlmenn, bara yfirráð karla yfir kvenlíkamann. Við erum komin eitthvað svona aldir aftur í tíman að ráða yfir kvenlíkamanum með þungunarofi og þú sér líka bara kúltúrun í kosningabaráttunum, þetta eru svona kallar og þetta Trump sem orðin svona dálítið mótsvar við feminismanum og baráttunum sem hefur verið í gangi, gera grína henni, gera lítið úr henni. Og þó að sé kvenn frambjóðandi þá snýst eiginlega öll þessi bandaríska forsetakosningar sem fær mjög mikið fókus núna í öllum fréttum og dagamenningu ykkur kalla og hvor meiri kall og hún teflir fram kalli sem svona, þú veist, hann fótboltaþjálfari og fer og skittir í og veiðir á móti ykkurum últraköllum og þetta dálítið keppni í karlmenn hún klæði sig sem meira segja í drakt sem ykkur svona kallajakkaföt og það verið að segja henni að svona beita röddina þessu öðruvís og tala meira eins og kall, lækka þessu röddinni. Það gegnum sýrur allt. Bara eitthvað svona frum karlmennska. Og náttúrulega hernaðar trillingurinn sem við erum að lifa. Og þannig að það og svo sitjum við hér forréttindamenn upp á Íslandi, erum að tala MeToo, mikið þetta gott, eitthvað. Já. Nei, það er baneitruð drepandi kallmennska að mörka lífið úr veröldinni það er alltaf það sem að gerast as we speak Já, ég var einhvern tíðan sagt það og sé kannski svona út kúfið það sem við vorum að tala um núna en það bara svona með mennskuna að þú tækir allt kott sem bjór búin til úr og byggir til matvörunum þá myndi ekki svelta heiminum. Ég segð mér langar til að trúa þetta sé satt ég hef ekki sannreitað
en bara við sko erum svo fókusuð á okkur og okkar nærumhverfi að að svona, þú veist þessar fréttir hryllilegu fréttir frá Palestínu og Líbanon og þetta svona snertir ekkert, maður fyrir ekkert að gráta út af þessu sko, en mann finnst þetta leiðilegt. Maður ætti að vera grátandi. Stöddir ykkur svona shakespearískum harmleik bara og við fylgjumst bara með mönnum tæta niður samfélagi. Eðlilega tilfinninga væri bara að fara grátandi á kottan sko, og að sjá sundutætt líka af litlum börnum sko. Já, þá erum við orðin svona dofin og þá mér langar að útskýra hans þetta tilgangsleysi sem að nú yfirskrift bókarinnar þinnar, hvernig hefur það, hvernig tengist það hennum seka kallmanni? Og ég svara þér. Já. Sko, tilgangsleysi, sko, hugmyndina þessi, við erum eina dýri sem getur dáið af tilgangsleysi, af hverju, vegna þess að við erum siðverur. Við erum siðverur. Og það er og þess vegna sitjum við uppi með sko ásakanir virka á okkur af því að við erum siðverur, bæði náttúrulega sem frumstæð hjarðdýr og svo líka vegna þess að við þurfum tilgang. Og hvernig finnum við tilgang? Jú, við finnum hann með sko sjálfræði, því að hafa nóg sjálfræði, hafa bara geta við gátum semst allir ákveða að vera hérna á þessum tíma og koma hérna og gátum komið, við komum í hjólandi sko, og gátum komið, hafa sjálfræði til að gera eitthvað sem skiptir okkur máli, svo þurfum að hafa líka getu til að vera. Og hér kom fram með mitt vangetan til þess að vera, tala sko tengjast tilfinningalega og karlmennskan hefur túlkað svo mikið þetta, heyrðu, við erum í því að gera, konan í því að vera, það hinn kvenlegi hluti, uppeldi og aðhlúning og allt þetta og þannig hafa kynin meira að segja í þessum tveimur þáttum, og þetta ekki bara mín hugmynd, heldur mjög sko bara viðurkennd útlistun á mannlegu eðli að við finnum tilgang okkar í því að hafa frelsi til að gera og vera eitthvað sem skiptir okkur máli, og þetta er náttúrulega frá mörgum höfundum og úr mörgum fræðilegum áttum og þess vegna sko þú alveg saman hvað ætti gáðan hund, þú kemur aldrei á honum liggjandi fram á loppuna sko, hver tilgangur með þessu hunds lífi mínu sko. Þegar við horfum á sjálf og þess vegna erum við að tala þetta saman, vegna þess að það truflar okkur að konur skulu standa á fætur og segja, heyrðu, þið meiðið, þið tjónið, og ég sé það í mínu starfi sem sálgætir og starfa mikið við hjónaráðgjöf. Það er þannig í gagnkynhneigðum hjónaböndum að ef að hjónaband er alvarlega vanvirkt og ef að hjón ætla í störukeppni, hvort okkar þolir lengur við hér í þessu vonda sambandi, þar sem við erum ekki góð við hvort annað, þar sem við erum raunverulega í ásökun og sektarkennd og samanburði og skömm og erum að spila lélega bolta hvort við annað. Ef að karl og kona ætla í þessa störukeppni, og þetta hef ekki úr neinum bókum, þetta bara blasir við mér í mínu starfi, það er nákvæmlega þarna sem að kona tapar í þessari störukeppni. Af hverju? Ég veit það ekki, ég bara sé það og ég sé aftur og aftur konur sem standa á fætur upp úr hjónabandunum sínum segja við manni sem, heyrðu, þú ert að drepa mig. Og ég segi, í hefðbundnum hjónabandum, gagnkynhneigðum hjónabandum, þá er staðan dálítið mikið þessi, 30 erum að svara spurningunni, heyrðu, erum við nógu góð fyrir hvort annað, eigum við að auka kyn okkar og taka slægin og verða miðaldra saman. Og fyrir 50 þá byrja sálirnar í þessu samband að spyrja, heyrðu, erum við nógu góð við hvort annað til þess að geta orðið gömul saman? Og þarna sko, og þess vegna eru sko, kynferðslega samskipti og samskipti kynjana, þarna bara kemur ljós hvernig fólki tekst, hvort að okkur takist sem elskendum að komast upp á hásléttuna í mannlegum þroska, þar sem að fólk ástundar gagnkvæma mildi í jöfnuði
og það ekki sko, já, það og þess vegna sko tilgangsleysi sem sagt alltaf fólkið í því að upplifa, heyrðu, ég hef ekki vald, ég fæ ekki tækifæri til að gera bara getur til að gera hluti sem skipta máli, ég hef ekki heldur tengsl sem að skipta máli, mér skortir sjálfræði og mér skortir tengsl og það er þarna sem að við erum í lausu lofti og svo þegar við fáum núna, karlmenn, þessa gagnrýni, þá stöndum við ringlaði vegna þess að við heldum jáfnvel að við værum bara, heyrðu, er ég ekki að skaffa, er ég ekki að standa mig og hvaðan kemur þessi gagnrýni? Mér er svo áhugavert að þið voru búin að tala svolítið bókmenntir hérna, uppáhaldsbókin mín er hérna Útlendingarnir eftir Camus. Það er einmitt bók ringlaða karlmenn og tilgangsleysi sem að náttúrulega Camus talaði mikið að lífið væri algjörlega tilgangslaust þegar við þurfum að finna tilgang með gjörðum okkar og allt það en það er algjörlega svona ringlaði karlmaður sem eiginlega fremur glæp svona næstuði á þess að vita að því einhvern veginn, bara óvart einhvern veginn, hann pælir ekkert í því, hann bara drepur mann og hérna í svona tilgangsleysi, hann er samum allt og hann hefur engin gildi og hann er einhvern veginn svona rávar, hann er svo draugur í eigin lífi einhvern veginn en fremur einmitt ofbeldisglæp og verður hinn seki einhvern veginn bara svona óvart af því að Hvað fær menni eins og Putin og Netanyahu til þess að drepa konur og börn? Hvernig verða svona menn til sem að virðast vera alveg ótengdir einhvern veginn öllu sem að heiti mennska og mannúð? Hvernig gerist þetta að menn er ekki í neinu tengslum við einhvern veginn tilfinningarlíf sitt? Og þess vegna er svo gott að við skulum eiga Bjart í sumarhúsum sem þessa sögupersonu vegna þess að hann drepur bókstaflega konur sínar og börn og kýrin á Búkollu. Það er eitthvað sem hann ekki sér. Mitt svar er þetta, tilgangsleysi hans er í því fólki, hann á ekkert innra virði, hann á bara ytra virði, hann á bara kindur. Og hund. Já, og tíkina títlu allan tíman, alltaf, sko, hann á bara kindur og já, akkurat, nákvæmlega. Hann á bara ytra virði, hann sér ekki innra virði, hann gengur ekki út frá því, og hvað er virðing? Virðing er nákvæmlega það að hafa fyrir því að stíga upp úr sjálfum sér og yfirgefa sinn eigin sjónarhól og hafa fyrir því að taka gönguna kringum menn og málefni, horfa að sko ég gangi í kringu þau, horfa á þau og horfa á okkur hérna, sjáu það sem við ræða frá mörgum sjónarhólum, virði, ef mér auðnast að virða ykkur fyrir mér, frá mörgum sjónarhólum, ekki bara frá mínum eina, þá er ég að sýna virðingu. Ég held að tungumáli beri til sér. En Bjartur er dálítið erkitýpa hinn íslenska karlmann, þetta er pappa okkar, þetta er af okkar, að sauðkindin er miklu mikilvægari, báturinn og þorskurinn er miklu, vinnan er miklu mikilvægari heldur en fjölskyldan og samskiptin við annað fólk og börnin. Þetta er erkitýpan. Já, og hún er algjörlega í ýktum mæli, skilurðu. Þetta er náttúrulega bara það sem ég er alveg upp við, sko, bara sjá af og ömmu vinna og byrja að pilla rækju 9 ára við hliðinu og ömmu í frystúsinu, sko, þú veist, og það var bara vinnangögga manni, sko. Það mátti meða börn og bara til þess að láta hlutina ganga. Já. Það mátti meða konur til að láta hlutina ganga. Já. Og þegar Rósa fyrir konas deyr og sko, þá dó hún ein og hann var stoltur af því og þetta var sjálfstæð kona, hún dó ein og þessa erkitýpu sem við eigum núna og þú nefnir sko Rúnar Helgi bara þessir einræðisherrar sem að ganga fram sko, þessi valdsherrar sem ganga fram og við látum hann viðgangast við erum, okkur auðnast ekki að vinda ofan af og breyta við missum einhvern veginn valdið til þessara manna þetta er stóri gallin við gefum þeim, já, en hvaða tæki, jú, við getum reynt að gera uppreisn og þá erum við stráfelld og þetta er stóri gallin finnst mér á lýðræðinu sem við höfum ekki ennþá fundið svar við hvernig þessi menn endalaust komast til valda og það er ekkit skrítið þó að konur segi að karlmennskan sé bara hryðjuverka hugmyndafræði
þegar þær horfa upp á svona. Það vera stráfella saklaust fólk hér og þar. Það ekki skrítið þó að konur vilji segja sig úr lögum við svona menn. Já, nú Ísraels að ráðast inn í Líbanon, hver ástæðan? Þetta karlmannsgrís, þetta maður sem að reyna að berjast fyrir sinni pólitísku stöðu, fyrir til þess að halda áfram að stjórna. Þetta mjög svona Shakespeare, þetta bara Ríkharður III. Og margir í kringum hann sem að styðja hann í því. Já. Hann vil halda á völdum og hann vil... Hann með aðra flokka með þessi sem eru með... Þannig að þetta svona kaups, þannig að þetta niðurstaðan. Þetta vangeta okkar til þess að skilgreina okkur sem almenning og taka okkur stöðu með almenningi? Þetta þrá okkar eftir því að fá kannski að tilheyra elítunni? Sko, ef við raunverulega skilgreinum okkur sem almenning, myndum við ekki verja almannahag? Heyrið þú sett að vera að koma yfir í næsta kall, en að því þetta er í nokkrum bindum, þetta samtal. Já. Þannig að við sláum botnin í umræðina sekakallinn, töluðum frekakallinn síðast. Næst munum við fá allt aðra gesti hingað til þess að koma og ræða við okkur nýjan kall sem að Bjarni býður upp á þá. En ég þakka Rúnari Helga og Reinhold og Frey kærlega fyrir komuna og svo sjáumst við bara viku Bjarni með nýjan kall og nýja kalla að tala við. Þakka til kallaspjalls og þakka ykkur hjartanlega fyrir. Og þakka ykkur. Takk. Þetta eru lokin á rauðaborðinu í kvöld. Ég þakka öllum gestur sem hafa hingað komið og Birnir Þorlags og Oddný Eir fyrir að tekja viðtöl hér, Pétri Fjellsteð og Laufi Ólafsdóttur fyrir að taka upp og senda út og ykkur fyrir að hlusta og breyta þessu samtali okkar í fjölmiðla. Bendi á eins og ég ger oft að þið geti hjálpa okkur að byggja upp dreifikerfið og það er bara með því að benda vinum og vandamönnum á efni sem ykkur líkar hér, segja frá því að það má finna efni okkar á Facebook, á YouTube, á öllum hraðasveitum, í útvarpinu 89,1 á FM á höfuðborgarsvæðinu og það má líka segja þar útasendingar á spilari.is á netinu og spilarinn líka app sem má hlaðinur í síman og hlusta á samstöðinu og allar íslenskar útastöðar hvað sem er í heiminum. Það sem er net á annað borð. Við erum komin í sjónvarpið til þeirra sem er svo heppin að skipta við síman. Það eru númer 5 á fjarstýringunni, kannski ef til vill, ég veit ekki. Munu önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínum viðskiptunum með efni frá samstöðunni 24 tíma sólarhring, 7 daga vikunnar allan ársins hring, samfélagsumræðu þetta rauða borð og í öðrum þáttum samstöðurinnar. Samstöðin hefur verið byggð upp af þeim hluta áhorfenda og áheyrenda sem hafa lagt okkur lið með að gerast áskrifundur. Þú getur slegist í hópinn og tekið þátt í að byggja upp samstöðuna. Þá ferðu inn á samstöðu.is, það er hnappur sem ástendur áskrift. Þú getur skráðið fyrir 2.500 krónur sem er grunnáskriftin, sumir borga meira og þeir sem kjósa láta áskriftina renna sem félagsgjöldin í Alþýðufélagið og það er Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Þetta er tilraunaverkefni að hvort okkur takist að búa til umræðuvettvang og fjölmiðil, fyrst og fremst með framlagi almennings. Þetta er gott í bili. Ég segi bara góða nótt og sjáumst á morgun á sama tíma klukkan 8 þá hefst rauðaborðið aftur og með einhverju umræðu, samfélagsumræðu af annarri gerð. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.